Góðan daginn, verið velkomin. Erindið á Hrafnaþingi í dag er flutt af Stefaníu Ragnarsdóttur, fræðslufulltrúa Vatnajökulsþjóðgarðs. Erindið kallast, eins og ég sjá hér, Vatnajökull kallar, fræðsla í Vatnajökulsþjóðgarði. Og í því fáum við innsýn í það fjölbreytta fræðslustarf sem að unnið er í þjóðgarðinum, auk þess sem að við fáum svona að heyra stefnu, markmið og verkefni framundan. Á meðan að Stefanía talar við okkur þá gengur gestabókin og ég bið ykkur að rita nafn ykkar í hana og netfangi ykkar ef þið eru ekki með þá lista hjá okkur. Og já, Stefanía, gjörðu svo vel. Takk. Heyrist alveg í mér? Já. Já, góðan daginn og takk hérlega öll fyrir komuna. Eins og hún var að segja, þá heiti ég Stefanía og er fræðslufulltrúi Vatnajökulsþjóðgarðs og í dag langar mig að gefa ykkur svolítið innsýn í fjölbreytt fræðslustarf þjóðgarðsins, fræðslufulltrúa starfið og margt fleira. Ég er búin að skipta erindinu upp í 3 hluta og fyrsti hlutin er fræðsla í Vatnajökulsþjóðgarði. Það er allt mjög þjált þegar þú ert með orðið Vatnajökulsþjóðgarður. Mér langar að byrja því bara að segja svona litla sögu ferðalang. Hér höfum við hana Gretu. Greta er að skipuleggja ferðalag ásamt Elías og Önnu. Og það er Vatnajökull sem kallar. Hún hefur séð margar flotta myndir af jöklinum og svæðinu í kring sem hún er búin að vista í símann sinn og hana langar að fara að skoða. Hún er 27 ára og þegar hún skipuleggur ferðalag þá googlar hún aðalega. Hún á reynda vinkonu sem þekkir til svæðisins en hún kemst ekki með, svo þær skiptast bara á skilaboðum og spjalla saman búnað, göngusokkategundir og gott nesti. Úps. Hún finnur síðu Vatnajökulsþjóðgarðs á netinu og finnur þar upplýsingar eins og gönguleiðir og tjaldsvæði. Og svo þegar komið er að ferðalaginu þá leggja þau Greta, Elías og Anna af stað og þau aka eftir þjóðveginum og þangað til þau koma að skilti. Sem stendur á Vatnajökulsþjóðgarður. Þá taka þau næstu beygju. Fyrst á dagskrá er að skoða gestastofuna en þau hefðu heyrt af skemmtilegri sýningu þar mosa sem þeim langaði að skoða áður en lengra að vera haldið. Einnig langaði þeim að grípa sér kort. Þau læra það að það eru til fleiri tegundir af mosa á Íslandi en af blómplöntum sem þeim finnst frekar áhugavert. Eftir gestastofuna hoppa þau inn í búð og kaupa sér kaffi og Greta kaupir auka vettlinga á nesti af því hún gleymdi sínu heima. Þau keyra svo áfram inn í þjóðgarðinn á fjallvegum þar til komið í skála kvöldið. Þá er eldað haft það notalegt eftir langan dag og fara snemma í háttinn. Þau sjá auglýsingu fræðslugöngu í fyrramálið hanga upp á vegginn í skála og ákveða að slá til. Þannig næsta dag mætir Greta og vinir hennar í fræðslugöngu ásamt þýskum hjónum með 2 börn. Landvörðurinn heilsar þeim og býður þau velkomin, útskýrir gönguna og segir frá þjóðgarðinum og svæðinu. Áður þau vita af eru þau að grandskoða jörðina og finna þar álfabyggar, skammkrækil og kornsúru, sem er víst einn uppáhaldsréttur heiðagæsarinnar. Þau spjalla útilegumenn og hálendisferðir fortíðarinnar og reyna að ímynda sér hvernig það væri að ferðast hér án þess að vera með jeppa, síma og Gore-Tex. Í lok göngunnar fá þau svo góð ferðaráð frá landverðinum, sem segir þeim frá vaðinu framundan og þau ferðast áfram garðinn og njóta útiverunar og fara í fjallgönguna sem var markmið ferðarinnar. Þau fylgja stikum alla leið á toppinn og taka þar margar myndir og pósta þeim leið þar sem símasambandið er sérstaklega gott á toppinum. Þau deila og merkja inn staðina á helstu samfélagsmiðla, en það er kalt úti og símarnir deyja fljótt þegar þeir eru teknir úr úlpuvasanum. Í lok göngunnar hafa þau auka tíma og ákveða því að fara gestagötuna sem landvörðurinn mælti með. Þá koma þau að skilti og litlu hólfi, þar sem er bæklingur. Þau taka bæklingin upp og ganga stíginn sem er merktur með tölustöðum. Og á leiðinni skoða þau ýmis fyrirbæri eins og grettistak, tröllabrauð, þangað til að endanum standa þau fyrir framan skriðugulinn og lesa ferðalag íssins. Eftir gönguna skila þau bæklingnum og halda áfram ferðalaginu. Í þessari tilbúnu frásögn af Gretu, Jónu og Elísari komi fram þó nokkrar leiðir fræðslu eins og það birtast mörgu ferðafólki á ferð þjóðgarðinn.
En ferðað fólk auðvitað mjög fjölbreytt og margir aðrir nýta sér eða njóta þjóðgarðsins á annan hátt. En það gott að skoða ferðalag eins og þetta við gerð fræðsluefnisins. Og hér til gamans hef ég svona brotið þetta svolítið upp í undirbúning, það sem gert áður, ferðalagið sjálft og svo það sem situr eftir, sem oft samfélagsmiðlar, blogg eða minningar. Og skoðum aðeins nánar fræðsluna. Oft það fyrsta sem fólk skoðar vefsíður og samfélagsmiðlar. Þjóðgarðurinn heldur því úti 2 heimasíðum, bæði á íslensku og ensku. Hann með 10 Facebook-síður og 3 Instagram-síður. Það þarf smá tíma til að halda þessu öllu í gangi og hafa góðar og réttar upplýsingar þarna. Skilti og merkingar líka stór hluti af fræðslu þjóðgarðsins og þær fylgja mestu handbók og merkingar á ferðamannastöðum og friðlöndum til að halda samræmingu yfir landið. Fyrir utan skilti vegagerðarinnar aðkomuskilti eins og þetta lengst hérna til vinstri. Það fyrsta sem mætir fólki á leið inn í þjóðgarðinn. Þau ofta staðsett á þjóðgarðsmörkum og þau geta einnig haft upplýsingar hvers konar þjónusta í boði á svæðinu, eins og sést á hvítu bríkinni þarna. Svo það auðvitað vegvísar fyrir gangandi og akandi. Ég geti svo sem talað skilti við ykkur í allan dag en ég ætla ekki að gera það. En það margir flokkar af skiltum og til dæmis fræðslu- og upplýsingaskilti, einn flokkur. Þau að finna viðsvegar þjóðgarðinn, til dæmis á tjaldsvæðum, áningastöðum, gestastofum, bílastæðum, gönguleiðum og víðar. Og einnig hluti af gestagötum eins og ég lýsti í sögunni áðan. Á þessum skiltum þarf oft að koma mörgum upplýsingum til skila. Á þeim oft kort, ýmsar upplýsingar sögu og náttúru og öryggisupplýsingar eins og við sjáum á skiltinu hér fyrir miðju, fyrir framan Svínafellsjökul. Gestastofur, þær spila lykilhlutverk í fræðslustarfi þjóðgarðsins. Enda fer fram móttaka frá hópum, skólahópum til dæmis, eða ferðamannahópum. Og það svona svolítið hugsaðar sem fyrsti áningarstaður áður en lengra haldið til fjalla. Hér sjáum við kort af gestastofum þjóðgarðsins. Við erum með Gljúfrastofu, Snæfellsstofu, Gömlubúð, Skaftafellsstofu, Skaftárstofu og svo erum við svokallað upplýsingamiðstöð í Hraunum sem samstarf við Umhverfisstofnun. Hér myndir frá Snæfellsstofu við Skriðuklaustur í Fljótsdal. Þar áherslu sýningarinnar á gróður, dýralíf og hringrásir í náttúrunni. Þar einnig sérstök áherslu á sorpflokkun og umhverfismál. Og þessi sýning hún á íslensku, ensku, þýsku og frönsku. Önnur gerð af fræðslu fræðsla starfsfólks, sem til dæmis bara eins og fyrirlesturinn hérna í dag. Þannig að það líka alls konar önnur upplýsingagjöf, heimsóknir í skóla, viðtöl og fundir og aðrar kynningar. Og svo fræðsla landvarða alveg sérstakt dæmi innan þjóðgarðsins. Og hér sjáum við góða mynd úr Lakagígum, þar sem Guðbjörg landvörður að veita ferðamönnum fræðslu. En yfir sumarið fræðsludagskrá landvarða sérstaklega í gangi og þar erum við með skipulagðar fræðslugöngur til dæmis. Það skipulögð vegalandvarsla en þá staðsetja landverðir sig til dæmis á ákveðnum veg, þar sem kannski langt í næstu gestastofu eða langt inn í þjóðgarðinn til þess að reyna að mæta gestum aðeins fyrr áður en lengra komið og þá að veita bara góðar upplýsingar ferðalagið, bjóða fólk velkomið í þjóðgarðinn og svo líka búið að vera sérstakt átak í að útskýra utanvægstur fyrir sem flestum ferðalögum. Og svo þetta barnastundir líka. Þá komið að útgáfu. Það fjölbreytt útgáfa í gangi og hér sjáum við kort og bæklinga frá helstu svæðum þjóðgarðsins. Og þau einnig líka hérna fram á borðinu, ég geti skoðað þau á eftir. En þjóðgarðurinn gefur út margt fleira. Við gefum út plaköt og fréttabréf, áskýrslur og auglýsingar og við erum auðvitað að reyna að hugsa þetta allt rafrænt. En það sumt sem verður stundum bara að vera í hendi eins og kort. Á öllum starfsvæðum Vatnajökulsþjóðgarðs virkt samstarf og samtal og það náttúrulega algjörlega forsöndan fyrir öllu fræðslustarfi
í þjóðgarðinum. Vatnajökulsþjóðgarður tekur þátt í ýmsum samstarfsverkefnum við aðrar stofnanir, fyrirtæki, félagasamtök og einstaklinga. Hér eru myndir frá verkefninu Hörfandi jökla sem var stórt samvinnuverkefni og þið getið fengið svona lítið smárit hörfandi jökla sem eru á borðinu hérna eftir fyrirlesturinn. En einnig hvet ég ykkur til að kíkja á vefinn okkar og það er sérstakur fræðsluvefur þar sem er verið að útskýra ýmislegt tengt jöklum og loftslagsbreytingum. Fræðsluáætlun Vatnajökulsþjóðgarðs gegnir líka lykilhlutverki að ná markmiðum þjóðgarðsins í þessum málum og er rosa mikilvægt verkfæri í öllu mínu starfi. Vinna við fræðsluáætlun hún hófst vorið 2016 og var styrsta vinnu Vatnajökuls en áætlunin var svo lögð fram fyrir stjórn þjóðgarðsins sem samþykkti hana í ágúst 2018. Fræðsluáætlunin hún skiptist í 3 hluta, stefnu, stöðu og framtíð og hún kom út árið 2018 og gildir til ársins 2022. Í lokakafla fræðsluáætlunar framtíðina þar eru settar fram til dæmis markmið og áherslur og mér langar bara að nefna það að þar er efninu skipt upp í fræðslu og innrastarf, samstarf, nærsamfélag, skóla og gesti sem gefur ykkur kannski bara svona hugmynd hvernig við erum að horfa á fræðslumálin. Og það er auðvitað líka eintak af henni hér fyrir framann og hún er líka aðgengileg á heimasíðunni. Já, þetta byrjar að hreyfast. Við gerð fræðsluáætlunar þá voru tekin saman mörg viðfangsefni fræðslu og þau voru hugsuð heilt yfir þjóðgarðinn og svo líka tengt sérstökum fræðslusvæðum. Hér langar mig bara að sýna ykkur, þetta er svona drög að svona gagnvirkum banka fyrir allan þennan fróðleik og hér erum við að sjá þessi sameiginlegu fræðslusvæði eins og megineldstöðvar undir jökli. Þetta eru þá viðfangsefni sem allir í þjóðgarðinum að hugsa um. En í vinnunni við fræðsluáætlun var svæðunum skipt niður í 7 hluta og Lakagígar, Langisjór og Elgjá er til dæmis eitt fræðslusvæði. Og þar voru líka tekin saman sérstök viðfangsefni til þess að vinna svo áfram með í allari frekari útgáfu, fræðslugöngum og svo framvegis. Hugmyndafræði við fræðslu. Það þarf að hafa margt í huga þegar við erum að gera fræðsluefni. Náttúrutúlkun er þar auðvitað undirstaðan og að nota fjölbreytta miðla og hugsa að þeir séu aðgengilegir. Það þarf líka að vinna allt í takt við umhverfið, til dæmis eins og stígar og skilti. Það þarf að hugsa útsýni og margt annað. Það þarf alltaf að koma inn upplýsingum öryggi og það er gott að hafa í huga að það er hægt að nota ansi margar leiðir til þess að virkja skynfærin okkar til þess að tengja okkur enn frekar við fræðslumálin. Þú endur hans það sem þú elskar hans það sem þú þekkir hans það sem þér er kennt. Þessi tilvitnun tekur bara svo rosalega vel saman hugmyndafræðin á bakvið fræðslu þjóðgarða. Tilgangurinn er jú auðvitað að koma náttúruverndinni áfram. Síkvik náttúra, það er gaman að vinna með henni. Hún getur auðvitað komið fram á margan hátt og nú erum við auðvitað með loftslagsbreytingar. Við erum að sjá hopun á jöklum og margar breytingar í kringum þá, lón að myndast. Það eru eldgos, jarðskjálftar, skriður, berghlaup, hreiður og hreindýr. Og þetta hefur mikil áhrif á innviði og fræðslu þjóðgarðsins. En það er auðvitað það sem er gaman. Hér eru til dæmis með mynd á niðurfalli á Sprengisandi og þau hafa verið að mynda sérstaklega mikið eftir gosið úr Bárðarbungu eða þess að segja Hólurhraun og Páll Einarsson og Ásta Rut Hjartardóttir hafa verið að rannsaka það. Þau geta verið rosa stór þetta. Það geti alveg hæglega farið ein lítil bjalla ofan í þetta, Volkswagen bjalla og þau hafa verið að myndast á gönguleiðum þannig við höfum þurft að færa þær frá og þau hafa líka verið að myndast á vegum og þá höfum við þurft að fara í svona ansi frumstæða vegagerð og vegirnir eru nú alveg frekar frumstæðir fyrir. En svo hefur þetta líka hrellt landvörðinn sem er mjög hræddur að detta ofan í svona niðurfall einn daginn. Hólurhraun sem mætti allt í einu. Mér finnst þetta svo
yndislegt dæmi hvernig er hægt að bjarga sér. Þetta stórt kort sem í Snæfellsstofu og hér hafa starfsmennirnir einfaldlega klippt út kartón og fest á með kennaratyggjói yfir kortið. Og þetta auðvitað ekki endanleg lausn, en þetta mjög umhverfisvæn lausn svona í eitthvað smá tímabil. En Holuhraun breytti auðvitað veginum, farvegi vatnsins og öllum kortum og öllu sem var útgefið af þjóðgarðinum var úrelt. Þá komið að starfinu, fræðslufulltrúi. Hvað felur það í sér? Hér svona tekið saman helstu verkefna ábyrgð fræðslufulltrúa, en þetta auðvitað nýtt starf í þjóðgarðinum og ég hóf störf núna í maí þessu ári. Þessi verkefni til dæmis að þróa og framfylgja fræðsluáætluninni sem ég kom að. Það umsjón með skiltagerð og merkingum, samræminga útgáfu, umsjón með vefsvæði, samfélagsmiðlum og svo fræðslu fyrir gesti og rekstraraðila, ferðalög milli svæða þjóðgarðsins og svo önnur verkefni en það ekki nóg. En starfið undir framkvæmdastjóra og það tengt aðskrifstofu Vatnajökulsþjóðgarðs. Maður vinnur með þjóðgarðsfjörðum, auðvitað líka aðstoða þjóðgarðsfjörðum og landvörðum. Og mér þótti tilvalið að sækja starfið til þess að blanda saman reynslu minni úr landvörslu og námi mínu í grafískri hönnun. En ég byrjaði sem landvörður í Skaftafelli árið 2012 hjá Vatnajökulsþjóðgarði, en ég hef verið lengst af að vinna í Nýjadal og Sprengisandi eða í 5 ár. Og þarna sjáum við skáluna Nýjadal og þetta er tekið upp á þvermóð og þarna sjáum við Nýjadalsána að renna líka. Það svo sannlega mjög viðsýnt en útsýni og víðerni eru án efa stærsta upplifun þessa svæðis. Og því þeir svo margir innan frá Náttúrufræðistofnun þá hægt að finna skötuorm í vatninu þarna. Já, hér eina fáu myndum af mér úr starfinu sem gerist þegar maður vinnur mikið einn, en mér fannst þetta samt rosalega lýsandi mynd fyrir landvarðarstarfið. En þarna var ég að setja upp nýjan gönguprest fyrir breytingar á gönguleið og á sama tíma ég að horfa í kíki og ég að horfa á skólahóp sem upp á Háhyrnu, en þar voru staddir svona 30-40 grunnskólakrakkar frá skoskum grunnskóla sem voru í svona fjallaferð á Íslandi, sem þótti ansi flott og þau voru alveg með þetta allt á hreinu. Svo ítist ekki alltaf. Svona. PC-tölvur. Nei. Hérna bara nokkur svona skjáskot úr starfinu á Sprengisandi. Við erum með hérna tröllastakk, þannig efst. Svo fyrir miðju erum við með klósettpappír undir steinum sem því miður of algengt þó við séum bara rétt í skálan. Svo erum við líka með hérna stein sem hefur verið fjarlægður úr mosa og þetta mikið, þú veist, maður getur svolítið rekið leiðir göngufólks af því þau eru alltaf að sækja sér steina í tjöldin. Svo hérna smá rusl eða kannski menningarminjar, ég veit það ekki, nei. Á Sprengisandi, ef þú finnur eina dós, þá finnur oft ansi margar því auðvitað ekkert svo langt síðan að við grófum allt rusl á hálendinu úr ferðalögum. Svo algeng verkefni eru þau að það oft mikið vatn á Sprengisandi og það helst sérstaklega á veginum, af því þar auðvitað sandurinn mjög þjappaður og margir sem koma að svona vatni eru oft hræddir og vilja sleppa við vatnið og keyra þá til hliðar en gera sér ekki grein fyrir því að þar jarðvegurinn alveg eins blautur. En þau hefðu sloppið við þetta ef þau hefðu keyrt í gegnum pollinn. Já. Svona. Já, mér langaði bara að minnast á þetta át af því að ég veit að reynsla mín úr landvörslinni, hún kemur rosalega sterkt inn beint í þetta starf og mér langaði líka að hafa eina mynd af jöklinum en ég hef einnig starfað við jöklaleiðsögn í Vatnajökulsþjóðgarði og þar hef ég ítrekað nýtt mér náttúrutúlkun til þess að tengja gesti við loftslagsbreytingar og jöklana og þessa reynslu hef ég svo líka nýtt mér tilbaka í landvörslinni. En það finnst mér á þessari mynd þá sér maður bara hversu magnað samhengi
er að fá að vera manneskja í þessu landslagi, sem eitthvað sem við hafa í huga hér í Vatnajökulsþjóðgarði. Ég hef einnig ferðast töluvert þjóðgarða erlendis og mér langaði að sýna ykkur bara nokkra skemmtilegar hugmyndir hérna og þaðan. Þessar hér eru úr gestastofu í Krkonoski þjóðgarðinum í Tékklandi og þetta er gestastofa sem ber nafnið Moldvarpan og hér sjáum við rosalega skemmtilega aðstöðu sem þau hafa til að taka á móti krökkum til að koma og rannsaka og skoða náttúruna. Þau eru einnig með sérstakt svona myndlistagallerí og svo út af því að þessi þjóðgarður er að mestu skógur, þá nýta þau skóginn til að búa til öll sín skilti sjálf. Það fannst frekar flott. Ég veit að ég ferðast þó nokkuð Bandaríkin og verið svona klassískur ferðamaður þar og þetta er svona dæmi eins og við þekkjum aðeins og vel hérna á Íslandi að það er einhver staður sem er ekki með neina innviði en verður rosalega vinsæll á samfélagsmiðlum og ég tók auðvitað eins mynd og allir við þessa hestaskeifu, The Horseshoe Bend, en ég tók líka þessa mynd sem er raunverulega staðan þarna við þetta svæði. Og þetta er auðvitað bara verkefni sem við erum ofta fást við hér á Íslandi líka. Aðeins fleiri frá Bandaríkjunum. Þarna er viðvörunarskilti sem er að vara okkur við því að þú getur fengið hitakast og þar er leiðandi maður að kasta upp. Svo fóru ég auðvitað í þó nokkra fræðslugöngur og hér erum við hjá Ranger Duncan sem er að fræða okkur eyðimerkurnar. Bara 2 aðrar hugmyndir sem ég langar að tala frá Bandaríkjunum. Mér hafa sérstaklega áhugavert hvernig þau settu fram fræðsluefni eyðimerkurnar sínar og þetta skilti hér er þaðan og fyrirsögnin er Don't bust the crust eða ekki stíga á skánina eða einhvern veginn svoleiðis þýðing. Já. Og mér fannst þetta bara svo flott að sjá þetta sett fram að þó að það virðist ekki vera neitt, að þá eru þú samt að halda á stígum og vegum. Og seinni myndin hér, hún er frá gönguleið sem er vinsæl gönguleið í Zion Park í Utah. Og eins og þið sjáið þá er hún svona frekar brött, en það sem að, og hún breytti bara svolítið hugmyndum mínum til Bandaríkjanna því ég hélt að það mætti ekki neitt þar og það væri rosa mikið öryggi og það væri alveg algjörlega haldið utan mann. En svo komst einhvern veginn að því það var þvert á móti. Þau eru alltaf að segja manni að þú verður að fræða þig sjálfur og þú tekir þínar eigin áhættur og þú verður bara að skipuleggja þig út frá sjálfu þér. Hvernig kemur grafíska hönnunin í þetta? Ég langar bara að segja ykkur aðeins frá því hvað maður lærir í því námi sem kallast líka einnig myndræn framsetning upplýsinga. En í náminu þá lærir maður upplýsingahönnun, skapandi skrif, ljósmyndun, myndvinnslu, ímyndasköpun, teikningu, bókagerð og að vinna með stafræna miðla. Og hér er bara ein hugmynd. Þetta er svona myndaserja sem ég gerði fyrir nokkrum árum eftir að hafa dvalið mikið í og við jöklana. Og þetta er bara svona ein leið til þess að setja fram upplýsingar. Við erum hérna með Vatnajökul sjálfan og breytingar á ísnum. Allt frá því hann er blár og svo breytist hann og endar í jökuláni. Teikningar eru líka vinsæl og góð leið í fræðslu. Og hér er brot af teikningum fyrir fræðslustig sem mun opna í nóvember við Skaftastofu. En þessar teikningar verða notaðar í samstæðuspili þar. Eitt verkefni sem ég langar líka að nefna og það er hérna úr Hrauneyjum. En þar settum við saman litla sýningu í samstarfi við Umhverfisstofnun og í samtali við Hálendismiðstöðina í Hrauneyjum og líka Safe Travel. Og hér unnum við svolítið með það markmið að reyna að grípa gesti og fræða þau sérstaklega hvernig á að aka og ganga hálendið. Þá er seinasti kafli erindisins. Framtíðin. Þegar ég byrjaði að vinna í Vatnajökulsþjóðgarði 2012 þá töluðum við að Vatnajökull væri 8.100 ferkílómetrar. Núna segjum við að hann sé 7.700 ferkílómetrar. Þær tölur eru bara frá 2017, þannig ég býst við að þetta eftir að breytast aftur og aftur og aftur. En það eru auðvitað mikla breytingar sem við verðum vitna að í þjóðgarðinum
og eins og ég kom örlítið inn á áðan, tengist loftslagsbreytingum. Við erum að sjá hópun skriðjökla, breyting á aðgengi að jöklum. Það er dauðís að bráðna í kringum skriðjöklana líka, lón er að stækka. En það er auðvitað líka margt jákvætt að gerast, eins og þjóðgarðastofnun og miðaldisþjóðgarður. Það er mjög margt gott í farvatninu. En við vitum auðvitað líka aldrei hvað nýja tækni kemur næst. Og hvað veit maður, kannski verður enginn með síma eftir 1 ár, kannski verður bara eitthvað allt annað. En Vatnajökulsþjóðgarður var líka samþykktur á heimsminjaskrá UNESCO þess ári og með því þá verður þjóðgarðurinn hluti af mjög stóru alþjóðlegu samtali og sáttmála. Heimsminjaskráningin er því nýtt sjónarhorn sem við þurfum að flétta inn í fræðsluefni og merkingar. Og við skráninguna fengum við þetta merki, okkar sérstaka merki, ásamt 200 blaðsíðna doðrandi hvernig við erum að nota merkið. Og við erum nú þegar að byrja að nota það í kynningum, heimasíðu, í skiltum og bæklingum. Einn punktur sem ég langar að koma inn á í tengslu við fræðslu sem tengist svona fjölbreyttum aðferðum. Í dag er mikið talað rafrænt Ísland, eðlilega, og margt í þeim dúr. Og þegar við erum að búa til fræðsluefnið okkar þá verðum við svolítið að hafa í huga líka að við erum að tala við margar kynslóðir sem bæði taka við efni á mismunandi hátt en líka leita sér að upplýsingum á mismunandi hátt. Við erum með fólk sem man hvernig það var áður en tölvan var til og við erum líka komið með fólk sem er yngra en ég sem veit ekki hvernig heimurinn var án tölvu, sem er svolítið sérstakt. Svo að lokum, þá langaði mig bara að tala nokkra punkta sem tengjast samfélagsmiðlum og náttúruvernd. En samfélagsmiðlar, Facebook, Instagram, ferðablogg, GPS-tengingar, staðsetningarbúnaður og þess háttar hefur eðlilega verið mikið í umræðinu í tengslu við náttúru. Af því við sjáum staði sem verða skyndilega merktir á eitthvað kort, draga að sér fjölda fólks og því fylgir auðvitað ágangur, rusl, skemmdir og margt fleira. Þannig það er mikill áhrifamáttur sem þessi miðlar hafa og svokallar áhrifavaldar líka. En þetta er eitthvað sem við verðum líka bara að horfa á sem tækifæri og að reyna að nýta okkur þessa miðla. Og það er til dæmis bara hægt með því að hafa nokkur atriði í huga áður en við sendum myndir út á veraldaveginn. Bara hvað hún sýnir, hvort fólk sé inn á göngustíðum eða er það fyrir aftan til dæmis gróðurverndarlokanir. Af því að þú verður að hafa í huga að þessi mynd sem þú tekur, hún mun líklega draga einhvern annan að sem vill ná nákvæmlega sömu mynd, sem er alveg allt önnur pæling sem við skiljum heldur ekki alveg. En þetta eru svona atriði sem við erum kannski að vinna með núna og finna leiðir til að koma þessu út til ferðamanna. Svo eru þetta trufla dýralíf, hlaða vörðurinn færa náttúru og menningarminjar, en fólk er oftast færa hluti til þess að búa til myndir. Að lokum þá langar mig bara að nefna það að það eru vissulega til margar leiðir til útivistar í náttúrunni og margar leiðir í fræðslu. Og þó að ég sé sjálf manneskjan sem les öll skilti og fer á allar sýningar, þá er það ekki algilt. Ég hef þetta gaman af því að taka þátt í fræðslugöngum, ferðast í hóp, rútu, á bíl eða gangandi, eða jafnvel hjólandi. En á sama tíma eru margar af mínum uppáhaldsstundum fjarri öllum skiltum, skipulagi, hljóðum, tækjum og mannvirkjum. Og það er eitt samhengi enn og upplifun sem við verðum líka að vernda. Kærar þakkir. Kærar þakkir fyrir þetta. Ég vil endilega hvetja ykkur til að spyrja Stefáníu eitthvað frekar eða komið ábendingar. Ingimundur Gíslason heiti ég. Ég var í Biennal í þjóðgarðinum í ágúst síðastliðinn. Og þar er stefnan fyrir utan innganginn, þar sem er þjónustumiðstöð, að hafa enga stíga út í náttúrunni. Og fólk sem að gengur þar til dæmis í hóp, það er hvatt til þess að ekki gangi í röð, forðast að mynda stíg. Ég bara, þegar ég sá þetta, halda sér á stígum, þá datt mér þetta í hug.
og og það er aðeins stígar við innganginn og einum stað inn í garðinum. Bara í næsta nágrenni við smá þjónustumiðstöð þar. Denali það ekki í Alaska? Jú. Ég átti að segja frá. Jú, ég sagði frá þessu. Já, mjög góða punktur og mjög áhugavert og þetta er alveg hlutur sem að, við höfum haft í huga og oft stikum við ekki leiðir fyrir en að það er komið það mikið af fólki að það er farið að láta sjá á öllu svæðinu. Þannig þetta er, en mér finnst þetta rosalega góð hugmynd að reyna að hafa svona engastíga. Já, Erla Bil heiti ég. Takk fyrir gott erindi og mér langaði bara að segja þér frá upplifun minni og ábendingu þar með. Ég var á ferð í Snæfellsstofu sumarið 2018 og þar voru tvær mjög elskulegar stúlkur sem við spjölluðum við, en þær höfðu aldrei komið þarna upp eftir. Svo ég ætla nú bara að leggja til að þegar þið ráðið sumarstarfsfólk að þið fari bara í eina útsýnisferð. Takk fyrir. Já, góða punktur og það er eiginlega alltaf reynt að gera það. Það eru í byrjun svona starfsþjálfunardagar þar sem er alltaf reynt að fara með alla inn á svæðin. Já, Guðjón Jansson heiti ég. Mér langaði, þökk fyrir gott og velflutt erindi. Mér langaði bara til að spyrja, fyrsta myndin, við vorum að spá í það, hvaða dalur er þetta sem við sjáum? Við vorum að spá í hvort þetta gæti verið ofanverður Nýjadalur en það er nú spurning hvort það sé rétt. Þetta er Nýjadalur, það passar. Er ekki fleiri sem að vilja taka til máls? Já, Kristinn Haukur heiti ég. Það vakti athygli mín að sjá geirfugl þarna. Ég velti fyrir mig hvaða hlutverki hann þjónar þarna í Vatnajökulsþjóðgarði. Já, ég kannski örlítið að gefa upp lokin í samstæðuspilinu en geirfuglinn gengur ekki upp, hann og ekki samstæðu vegna sorglega örlega hans. Ja, Ursula heiti ég. Takk fyrir flott erindi. Mig langar að spyrja út í starfsfólkið í þjóðgarðinum. Finnst ykkur það nægilega mikið starfsfólk ráðinn og nægilega mikið af fagfólk ráðinn? Hvernig helst ykkur á starfsmönnunum? Og ja, hvernig samvinnan yfirleitt? Já, góð spurning. Ég held ég segi bara frá því að þjóðgarðurinn var stofnaður, þá hafi alltaf vantað starfsfólk í hann. En það er í rauninni ótrúlegt hvað hann er búinn að ná að halda í mikið af góðu og flottu starfsfólki, þrátt fyrir það. Og fyrst núna er svolítið verið einmitt að bæta í það, til dæmis með þessu starfi. Kristinn heiti ég. Hvað kostar þessi pakki? Vatnajökulsþjóðgarður. Ertu að meina bara hvað kostar að reka Vatnajökulsþjóðgarð á einu ári eða? Það kostar cirka $1 milljarð að reka Vatnajökulsþjóðgarð á einu ári. Er það ekki? Já. Það er þessi peningar til fyrir ekki það? Já, það er mjög góð spurning. Sem er örugglega hægt að setja í samhengi við mjög margt annað sem kostar eða kostar ekki. Eru fleiri spurningar? Sæl, Ingibjörg heiti ég, Eiríksdóttir. Takk fyrir þetta, Stefanía, mjög flott. Mér langar eiginlega bara bæta við annars ofsalega góð svör.
Varðandi kostnað við þjóðgarðina, það eru rannsóknir sem að sýna að það að koma margfalt tilbaka til okkar. Þannig að ég held við þurfum ekkert að sjá eftir þeim öðrum. Pétur heiti ég. Herðu, með vinsældir ferðamanna að komast í Vatnajökul þjóðgarð, er það algengt meðal Íslendinga og þá útlendinga líka? Já, góð spurning. Þjóðgarðurinn er mjög vinsæll og sérstaklega Skaftafell og Jökulsárlón meðal allra ferðamanna eða langflestra sem kom til landsins. Og það hefur líka verið aukning af Íslendingum þó að við viljum auðvitað sjá fleiri í þjóðgarðinum. Þú getur kannski skoðað á heimasíðu þjóðgarðsins þá tekin saman tölfræði. Það vil sjá alla gesti, þessum talningar á gestum. Já, ef það eru ekki fleiri sem að vilja taka til máls, þá látum við þessu loki núna. Áður en þeir fari vil ég bara vekja athygli á næsta hrafnaþingi eftir 2 vikur. Lovísa Ásbjörnsdóttir og Sigríður María Aðalsteinsdóttir, jarðfræðingar hér, ætla að tala um trjáholur á Íslandi. En ég vil þakka þér kærlega fyrir, Stefanía. Trjáholur. Já. Þakka þér kærlega fyrir erindið og ykkur fyrir komuna.